En nú erum menn að tala það að fara að D-vítamín bæta matvælin, en menn það ákveðin íhaldssemi í þessu, menn ekki alveg tilbúin til þess að skrifa til fulls? Nei, það alveg rétt sko. Ég held að það sem að við höfum séð núna undanfarið, það eiginlega pínu afleiðing af þessar umræða. Það sé að við erum farin að sjá heilsuauglýsingar í blöðum þar sem að fólk að auglýsa til sölu D-vítamín annarkvort í einhverjum ákveðnum vörum eða bara sem fæðubótarefni. Og mér finnst þetta að vera pínu slæm þróun vegna þess að hér þá fyrirtæki í raun og veru farin að nýta sér D-vítamínu og vandamál sem við búum við hjá þjóðinni til þess að í raun og veru græða pening og græða meiri peninga. Ég held að væri sniður að ef að stjórnvöld kæmu fram, og þetta í vinnslu, þetta bara tekur svolítið tíma og að mínum að þetta allt og langa tíma, að stjórnvöld komi fram með heildstæða stefnu í þessu og hreinlega D-vítamín bæti ákveðin flokk matvæla, og þá ég ekkert endilega að benda á mjólkurvörur, en það margir sem að neyti ekki mjólkur sem dæmi. Ég sagði að miklu frekar fyrir mér eins og Bandaríkjamenn gera að þeir eru D-vítamín bæta hveiti sitt. Já. Þeir reynda að setja fóla sín í það líka. Já. Og það nærð á yfir miklu stærri flokk af matvælum, og það myndu þá fleiri neytendur fá þetta D-vítamín, og það skiptir raunur ekki máli. Þá hugsa sumir sko, D og kalk saman í mjólkinu og það svo gott að taka að fá sér það saman, en ef þú ert með D-vítamín í fæðunni almennt, hvort það sé morgun, miðdagur eða kvöld, og ert síðan með kalk einhvern tímann á þessum degi líka, að þá fer þetta allt saman vel í líkamannum og hann frásóða kalkið eðlilega. En hvað með hlutföll magnesíum og kalks í mjólkinni? Er það formúla sem var fundin upp fyrir einhverjum áratugum og óbreytanleg, eða menn að komast að einhverju nýju þar? Já, menn í raun og veru ekki að breyta neinu í mjólkinni. Ég menna, mjólkin bara afurð og þetta hlutföllin. Menn ekki að bæta eða setja meira kalki eða minna magnesíum eða eitthvað slíkt, en hlutföllin til dæmis eins og í fjörmjólki, kíktum á hana, þau eru svona cirka 14 á móti einum kalk á móti magnesíum. Sko í ráðlegum dagskömmtum, ef við með að ráðlega dagskömmtar gefið til kynna hvernig matarið okkar á að vera, þá eru hlutföllin þarna cirka 2 á móti einum eða 2,5 cirka bát á móti einum kalk á móti magnesíum. En við megum ekki gleyma því, og það alltaf svo hættulegt að vera að taka stök matvæl út og segja að þau séu holl eða óholl. Menna, öll matvæl eiga rétt á sér í ákveðnu mataræði, þar segja sem hluti af holl og góðu mataræði, að þá eigum við alveg að fá okkur einstaklega sinnum óhollustu og eigum að fá okkur oftar hollustuna. En 14 á móti einum nú svolítið skaktir það ekki með að við að hlutvöldin eiga að vera 2 á móti einum? Jú, þú getur til dæmis farið eins og í brauð, þar eru hlutvöldin eða kornmeti, þar eru hlutvöldin örugglega jafn, en bara öfugt, það segja 1 á móti 14, en þú veist, það er ekkert matvæli eitt sem fullkomið matvæli. Ég held að við þurfum bara að líta þetta heilstætt og sjá hvernig matarið okkar yfir daginn, yfir nokkra daga og yfir lengri tíma. En af því að menn hafa verið að tala þetta hlutfall á milli kalks og magnesíum, að þá held ég að það væri frekar vert að skoða. Sko, það eru upplýsingar sem við erum með utan á heimi, til dæmis eins og frá Finnlandi og Ástralíu, það sem mjög lágt eða tiltölulega lágt hlutfall af magnesíum í fæðunni, fyrst og fremst vegna þess að það lítið af því í neysluvatni, og svo eru samfélög eins og það eru bæir hér og þar í Bandaríkjunum sem eru með hátt hlutfall af magnesíum, og þar sko dánartíðni af völdum hjarta- og æðasjúkdóma, hún lægri heldur en gengur og gerist, og þá hærri þegar magnesíum lágt í fæðunni. Og þetta vilja menn frekar tengja bara beint við neysluvatn. Það að segja hart og mjúkt vatn. Við á Íslandi erum með mjúkt vatn, það steinefna minna, þannig að í raun og veru þá minna af kalki og minna af magnesíum, heldur en til dæmis vatn frá öðrum stöðum, og til dæmis vatn bara sem við notum í flöskur sem eru seldar hérðan frá Íslandi, það miklu minna af magnesíum í þeim heldur en til dæmis Evian flöskum út í Bandaríkjunum. Og menn vilja frekar skoða því að þá neysla á vatni orðin svo mikil, neysluvatn það svo stór hluti af uppsprettu af þessum steinefnum,
að vatni skiptir miklu meira máli heldur en nokkuð tíman ein vara svona eins og mjólk. Þetta var langt. Allt til aðeins. En lengra komist við ekki að sinni. Þetta er afar athyglisverð umræða og á döfin eins og við segjum. Steinar Aðalbjörnsson, kærar þakki fyrir þetta að sinni. Takk sem leiðis.